Ég er lengi búinn að segja þetta á námskeiðinu okkar við fólk að af hverju tölum við ChatGPT og það bara þeir hafa einfaldlega verið kóngurinn í gervigreindarbransanum núna undanfarin ár og það allt í einu að breytast. Veriði hjartanlega velkomin í þennan þátt af gervigreind. Þetta mjög spennandi þáttur framundan en áður en við byrjum þá ætla ég að fá að gera smá samkomulag við ykkur. Málið að við Sverrir og Javelin erum að búa til þetta efni og gefa það út ókeypis og ekki nóg með það, þá þetta kosta okkur peninga að búa þetta til en okkur langar að gefa ykkur þetta algjörlega ókeypis en í staðinn þá ætlum við að biðja ykkur einn lítinn greiða og það að ef ykkur finnst þetta áhugavert, ef þið að fá virði út úr því sem við Sverrir erum að segja að pota í kollega eða senda þetta á vin sem þið haldið að myndi líka finnast þetta áhugavert og láta fólk vita af þessu efni og að þetta sé algjörlega ókeypis og bara í boði okkar í rauninni. Ofan á það, þá langar okkur að heyra frá ykkur, þannig að látið okkur vita í kommentum hvaða þættir ykkur finnst góðir, hvort það sé eitthvað efni sem þið viljið að við tökum sérstaklega fyrir og bara láta okkur vita hvað ykkur finnst, af því okkur finnst mjög gaman að heyra frá ykkur. En yfir í þáttinn. Við erum sjúklega spenntir fyrir þætti dagsins. Við ætluðum að tala svolítið annað. Við pivotuðum eiginlega á seinustu stundu. Við vorum búin að vera að undirbúa okkur fyrir þátt sem átti að tala í rauninni öll helstu gervigreinda fyrirtækin. Gefa smá samhengi í þetta AI landslag. Við ætluðum að kafa svolítið á dýptina með fyrirtæki eins og Anthropic, OpenAI, xAI, Microsoft og þetta var að verða svolítið massífi þáttur sem hefði sennilega endað með að vera 2 tímar nema svo í gær gerðist eitthvað stórt. Það gerðist eitt í gær þegar við vorum búin að vera búnir að undirbúa helling fyrir þáttagsins. Nefnilega. Eitthvað sem við höfum kannski búist alveg við í smá tíma, búið að vera að tísa og svona, en Gemini 3 komið út. Já. Og það að lofa mjög góðu svona, til að byrja með. Já, orðrómarnir sem voru búin að vera til staðar í nokkra vikur, þeir voru að hæpa þetta svolítið mikið upp og ég orðið smá vanur því að hæpið oft rosa mikið og væntingastjórnin ekki rosalega góð og svo þetta örlítið betra en það sem að koma á undan. En með það sem ég búin að sjá að þá í rauninni uppfyllir þetta alveg mína væntingar og fer svolítið framar. En þess vegna út af því að við fórum að pæla svolítið mikið í Google að þá uppgötuðum við hvað það var margt áhugavert að segja þetta fyrirtæki og okkur datt þannig í hug að breyta þessu svolítið yfir í þátt sem snýst í rauninni fyrst og fremst bara Google og við kannski í kjölfarið munum svo gera sambærilegt deep dive á hin AI fyrirtækin en áhersla dagsins verður Google til að gefa ykkur og svona to set the scene eins og maður segir til þess að setja smá samhengi í umræðuna. Google sögulega í stóra samhenginu búin að vera þessi AI-risi, þetta massífa batteri sem búið að vera í rauninni fremst í gervigreind á ótrúlega marga vegu í mörg ár. Í allavega áratug voru þeir bara stóra nafnið í gervigreinda-bransanum og eru það svo sem ennþá, en það var þetta 3 ára tímabil síðan að ChatGPT kom út í nóvember fyrir 3 árum. Það sem að allt í einu Google-föttuður hefði aðeins sofnað á verðinum. Þeim var allt í einu ógnað, leitarvélaveldinu þeirra var í rauninni ógnað af þessari tækni og fólk hélt að þetta væri Google-killerinn, að ChatGPT myndi bara koma inn og rústa í rauninni þessu veldi. En núna þessi risi búin að vera að byggja sér upp svolítið skriðþunga og kemur núna á flegi ferð og virðist hafa tekið aftur fram úr. Einmitt. Hvað verður Google þegar að ChatGPT bara búið að taka yfir? Eitthvað sem maður heyrði mjög mikið. Já. Og maður hugsaði líka sjálfur. Hvað verður svar Google? Ætlaðu að búa til, byggja eitthvað AI inn í Google eða eitthvað svona sem mjög svona íhaldsum hugsun þannig séð. Af því að af hverju taka þau ekki bara yfir ChatGPT? Einmitt. Bara fara í fulla sókn. Og svona eitt sem gaman líka að taka fram í þessu samhengi, fyrir ekkert svo mörgum árum þá var OpenAI litligurinn. Þeir voru Davíð og Google og Goliath og OpenAI í samanburði við Google ennþá í rauninni þetta litla startup þó þetta sé orðið massíft fyrirtæki í dag sem held ég að sé að stefna á
$0,5 trillion valuation eða sem sagt það verið það $500 billion í íslensku tali en ég held að Google sé komið upp fyrir nokkra triljónir dollara og var meiri síðan núna að ná all time high market cap meðal annars held ég út af fréttum gerðansins. Ég sá að í rauninni öll hlutabréf á bandaríska markaðanum voru rauð nema Google. Þeir voru mjög grænir í gær. Þeir hafa ekki verið að hífa upp markaðinn. Já. Og ég var að kíkja í morgun og ef við sko bara svona, við erum nú ekki fjármála hlaðvarp en að kíkja aðeins á hlutabréfin að þá Google núna í augnablikinu í hæstu hæðum. Google hefur aldrei verið jafn verðmætt og mér varst þú orðaði þetta frekar vel áðan þegar þú sagðir að það líka ekkert lítið að vera með besta gervigreinda líkanið á markaðnum í dag. Nei, þetta massíft afrek af því að fram að þessu að þá hafa hinn fyrirtækin haldið svolítið forystu, sérstaklega ChatGPT. Ég lengi búin að segja á námskeiðum okkar við fólk að af hverju tölum við ChatGPT og það bara, þeir hafa einfaldlega verið kóngurinn í gervigreindar bransanum núna undanfarin ár og það allt í einu að breytast. Ekki spurning. Áður en við förum af stað þá langar mig að gefa hlustendum okkar aðeins betra samhengi þetta svona AI kapphlaup sem búið að eiga sér stað sem byggir að miklu leyti á gögnum. Og eins og við vitum að þá gögn mjög mikilvægt þegar kemur að því að þjálfa gervigreindir. Og pínu kontroversial umræðan gögnina því að þessi fyrirtæki virðast oft verið að taka gögn sem að þeir spurðu ekki leyfi Ekki spurning. Það bara mikið að gerast. En ég búinn að flokka þessi svona helstu fyrirtæki í 3 flokka núna og ef við byrjum bara á stóra risanum Google þá þegar að gervigreinda kapphlaupi fer af stað þá business módelið hjá Google búið að vera í fjölmörg ár að safna upplýsingum og skila þeim til notanda í gegnum annarkvort leitavél eða skila þeim til auglýsingakaupanda í formi algoritma. Þeir eiginlega bara búin að kortleggja allt internetið. Búnir að því, bara og sitja á þessum gögnum. Þannig að fyrir þá að þjálfa gervigrindalíkan svo sem ekkert svona stórmál í samanburði við aðra. Nei, þeir hafa allavega ákveðið forskot sem ótrúlega erfitt fyrir hina einhvern veginn að ætla að jafna af því að núna eftir á svo erfitt að ætla að hafa safnað öllum þessum gögnum sögulega. Ekki spurning. Önnur fyrirtæki sem ég skellti í þennan flokk voru Meta sem á Facebook, Instagram, WhatsApp hanga á öllum þessum gögnum sem manngerð eða voru manngerð að mestu leyti. Ofan á það má ekki gleyma að bæði Google og Facebook buðu upp á tracking. Þannig að Google buðu upp á Google Analytics sem að fólk skellti á heimasíðuna sína. Facebook buðu upp á það sem heitir Facebook Pixel sem að fólk skellti líkin á heimasíðuna sína og trakkaði notendur og hversu margir voru að kaupa og gaf fyrirtækjum innsýn inn í viðskiptin sín. En þetta gaf líka Google og Facebook aðgang að öllu internetinu, ekki bara sínum plattformum, heldur að hverju einustu vefsíðu sem að notendur voru að fara inn á sem var með annarkvort Google Analytics eða Facebook Pixel. Samt pínu áhugavert að pæla í hvernig eðli gagnanna örugglega ólíkt. Það að segja að Google svolítið bara svona að indexa allt sem þeir finna, en gögnin sem að Facebook eða Meta sitja á náttúrulega Facebook postar og komment og eins og segir, þeir að gera meira en það, en það svolítið þeirra uník gögn. Einmitt. En ég hef oft talað það að Facebook komment og Facebook postar ekki í mínum huga það sem ég kalla hágæða þjálfunargögn. Langt í frá. Ég veit ekki hvaða ógeðslegu gervigreind maður myndi fá en að þjálfa hana bara á Facebook kommentum og postum og svona. En maður segir Lama til að taka saman þessa frétt fyrir mig. Þetta frétt? Já, var eitthvað að drulla yfir allt og punktur. Já, hræðileg greinaverki og eitthvað, já, nei. Í sama flokk skellti ég Microsoft af því að þau búa yfir Office 365 pakkanum, þau með LinkedIn samfélagsmiðlin en Microsoft með algjöra sérstöðu í því að þau eiga GitHub. En það ekkert svo langt síðan að þeir keyptu það finnst mér. Nei. Held að þessi innan við 5 ár síðan að þeir keyptu GitHub. Já, Aggi, geturðu tjekka hvenær Microsoft keypti GitHub? En GitHub, fyrir þá sem ekki þekkja það, staðurinn þar sem að örugglega yfir 90% forritara og hugbúnaða fyrirtækja í heiminum geyma kóðan sinn.
þannig að allur forritunarkóði sem hefur verið skrifað er bara gott sem hangir þannig inni, þannig að ef þú vilt þjálfa gervigreind sem er góð í að forrita sem er eitt stærsti og þroskaðasti markaðurinn í spunagreind í dag ótrúlega mikið virðið þarna já, þá viltu búa yfir þessum kóða. En svo eiginlega finnst mér verða að taka fram með Microsoft að bara corporate heimurinn, öll fyrirtæki orðið í dag finnst mér geima gögnin sín hjá Microsoft og hvort sem að þeir segjast ekki alltaf að nota þessi gögn eða hvað, að þá eru þau þarna beint fyrir fram að þau og maður spyr sig, þú veist, hvort að Microsoft sé ekki þá líka að græða eitthvað á því að geima öll þessi lokuðu fyrirtækjagögn sem að til dæmis Google fær ekkert svo auðvitað að indexa, af því þetta er á lokuðum svona skíasvæðum. Já. 2018. Júní 2018. Einmitt. Já, ok, það eru komið 7 ár síðan. Já, komið 7 ár síðan, en það er spurning hvort þetta hafi verið strategic út frá sjónarmiði AI eða hvort það hafi verið mjög heppin að vera nýbúin að kaupa þetta. Sko, AI er búið að vera, náttúrulega, bara gervigreind er búin að vera á svona huga þessara tæknirisa mun lengur heldur en í huga almennings. Það er að segja, eins og við munum tala á eftir með Google, að þú veist, Demis Hassabis, leiðtogi DeepMind, hann var með markmið AGI fyrir árið 2014. Já, ekki spurning. Þannig að það gæti vel verið að spunagreind eða generative AI hafi verið einhver hluti af þessum kaupum Microsoft á GitHub. Í sama flokk setti ég Amazon sem eru með fullt af gögnum bæði í gegnum Amazon netverslunina sína en líka í gegnum AWS eða vefhýsingar þjónustuna sína. Þeir hafa einmitt í AI-landslæginu verið svolítið hýsingaraðili umfram samkeppnisaðili endilega bestu gervigreindina. Þeir voru náttúrulega með Amazon Q og einhver aðrar svona AI-lausnir en þeir virðast ætla að standa svona aðeins tilbaka og selja skóplur eins og Nvidia frekar heldur en að taka þátt í kapphlaupinu á sama hátt. Einmitt. Reyndar, það er náttúrulega risafrétt núna með Jeff Bezos sem var að þetta. Við þurfum kannski að koma aðeins inn á það eftir. Já, ok. Kíkja það, kannski tökum smá Bezos að þetta er alveg stóru fréttir. Þetta eru stóru fréttir, reyndar. Í flokkinn þar sem að ég set hérna svona hrein AI fyrirtæki eins og OpenAI og Anthropic að þá er þetta fólk sem að kom inn nógu snemma, eða þetta eru fyrirtæki sem kom inn nógu snemma til þess að skrapa og sækja og flokka og indexa allt internetið áður en að fólk kveikti á því að það væri verið að gera það. Já, og lokaði hurðinni í kjölfarið. Þannig að þau hlupu um hurðina áður en það var skellt á þau. Þannig að Anthropic og OpenAI eru með gríðalegt forskot þegar kemur að gögnum. Samanborið við önnur fyrirtæki sem kannski var verið að stofna í fyrra eða í ár. Af því að þau eru að koma að lokaðri hurð alls staðar. Ég man eftir því 2018 þegar Reddit sem er risa dæmi í AI af því að þetta er urmull, ekki risa fyrirtæki AI, heldur risa bara af því að Reddit umræða og spjöll og fyrir þá sem þekkja Reddit lítið að þá er þetta í rauninni bara svona samfélagsmiðl þar sem fólk getur talað ýmsa hluti inn á svona svæðum sem eru sérstaklega fyrir þá, þannig að til svæði fyrir Lord of the Rings þar sem fólk talar Lord of the Rings bara allan daginn. En þessi gögn voru alveg opin fyrir 2018. Ekki bara að hver sem ekki að nálgast þau heldur að það var sérstaklega búið að gera forriturum auðvelt að sækja öll gögnin í einu. Oh my God. Og þetta var til þess að Reddit var umhverfið í kringum Reddit var alveg að blómstra. Að mikið af svona open source eða svona opnum forriturum voru að búa til hugbúnað fyrir Reddit sem gerði upplifunina betri fyrir notendur. En 2018 upp úr þurru var þessari hurð algjörlega skellt og það var bara sagt allir forritarar sem hafa verið að forrita á móti Reddit og eru ekki að vinna hjá okkur, þeir fáðu ekki aðgang lengur. Já, ekki nema að þið sittu búin að borga fáránlega upphæði sem hefði sett á hausinn í maðan eftir þessu. Það var eiginlega þarna sem að ég hætti að nota Reddit af því að ég hafði verið að nota eitt af þessum uppum sem að skapaði fyrir mig betri upplifun og mér fannst þeirra Reddit app alveg hræðilegt og þannig að síðan þá hef ég voða lítið verið að pæla í Reddit. Sammála því og þetta var hræðilegt fyrir Reddit sem tók svo IPO bara stuttur seinna. En núna skilur maður af hverju. Þetta er að því að Reddit bjó yfir ótrúlega verðmætum gögnum. Þeir sátu á olíu. Sátu á olíu og þeir gáðu hana í burtu. Þeir bókstaflega gáðu hana
bara á silfurfati sko. Einmitt. Ég ætla svo að koma með einn flokk í viðbót Já. sem heitir Apple og þetta flokkurinn yfir fyrirtæki sem að maður bjóst við miklu frá en sátu hvorki á gögnum né voru nógu fljót að grípa þau til þess að búa til nógu góð líkön. Plus það að eitt af þeirra helstu náttúrulega þjónustu loforðum hefur verið privacy. Akkurat. Þannig að ef þeir ætla að standa við það sem að myndi annars hafa rosalega áhrif á orðspor þeirra að þá eiga þeir ekki að nota þessi gögn. Nei. Þannig að þeir geti ekki notað þau. Helsta viðskiptamódel Apple hingað til hefur verið vélbúnaðurinn, símarnir, tölvurnar og það. Og það er þeirra vara en ekki að safna gögnum eða selja auglýsingar eða eitthvað eins og í tilfelli Facebook og Google. Þannig að þau er ekki með neitt forskot og hafa í raun og veru verið bara svolítið vonbrigði þegar kemur að AI. Ég ætla nú ekki að fara djúpt í það en við tölum kannski aðeins á eftir hvað Apple er að gera til þess að koma tilbaka. Sem kemur aftur inn á Google umræðina. Einmitt. En ef við færum okkur aðeins yfir í bara svona hvað er búið að vera í gangi hjá Google, hvað þetta allt hefst og hvert þetta er komið. Einmitt, ég er búin að kortleggja svona aðeins svona sögu Google og þá sérstaklega eiginlega þeirra stofnunar innan Google sem hefur verið svolítið með AI forystuna hjá þeim sem að í dag heitir Google DeepMind og Google DeepMind svona til þess að segja stuttu aðeins frá sögunni áður en við tölum eins og hvað það hefur gert annað heldur en bara að búa til mállíkun eins og Gemini. Það var til við í rauninni samruna á Google Brain og svo DeepMind sem voru sikkur í rauninni gervigreindar eining innan Google í langan tíma en í dag eru svona undir sama þaki. Google Brain svona, og á þess að fara of mikið í það því að mér finnst svona saga þess ekki alveg eins merkileg og DeepMind var stofnað af nokkrum svona AI legendum eins og Andrew Ng eða Andrew NG erfitt að bera fram NG en sérst hann var algjör geit í gervigreindar bransanum. Ég man að þegar ég var fyrst að læra gervigreind fyrir 6 árum að þá var mitt gervigreinda kennari minn að tala að þetta væri algjört legend, að hann væri svona ein aðalröddin í machine learning og sérstaklega í deep learning, það er að segja tauganetum og þess áttar. Og svona, það má segja að hann hefði mitt svolítið skrifað bókina og hann var að kenna held ég þessum tíma ef mann rétt Stanford áfangan í rauninni sem var deilt eða hvort það var MIT, áfangan sem var deilt á netinu með hverjum sem og þetta var alveg bara svona algjört gull þá sem nemandi og það er svolítið þeir áttu nokkur afrek sjálfur eins og 2012 þegar þeir sýndu svolítið iconic demo þar sem að þeir sýndu fram á líkan sem gat þekkt kísur á myndum eða myndböndum notandi tauganet og 2012 þá var þetta rosalega merkilegt og í dag þá væri þetta eitthvað sem væri bara vikulegt svona heimanám í gervigreindar áfanga en á þessum tíma þá voru þeir svolítið að ryðja veginn í gerða alls konar gervigreindar líkanum en hitt fyrirtækið sem mér finnst miklu áhugaverðara DeepMind og þú hefur svolítið heyrtið það ekki Google DeepMind og þeirra afrek fyrir í rauninni Gemini. Það er varla hægt að vera í gervigrindabransanum og fylgjast með fólki sem talar gervigrind án þess að DeepMind poppi reglulega upp. Og það er vegna þess að DeepMind gerir eitthvað sem er bæði mjög spennandi og lítur alltaf vel út við fyrstu sýn en er líka yfirleitt mjög hagnýtt. Og alveg svona stundum gríðarlega hagnýtt fyrir ákveðna geira. Já, og tilfinningin mín hefur svolítið lengi verið bara að það heyrist ekkert frá þeim lengi, svo allt í einu droppa einhverju fáránlega áhugaverðu og öflugu og praktísku eins og það segir. Þeir svona vinna í hljóði í einhverju massífu, svo allt í einu hristaður upp í öllum heiminum með einhverju gervigrinda lausn og en til þess að segja svona smá, ef ég má monologa pínu DeepMind, mér langar nefnilega að segja smá frá í rauninni stofnun eða svona stjórn DeepMind sem var stofnandinn Demis Hassabis
búinn að vera svolítið stórt nafn í gervigreinda umræðan undanfarið. Hann einn af þessum top AI CEOs að mínu mati sem svona ég lít til þegar ég er að pæla í hvað í gangi í gervigreinda landslæginu. En sem sagt, hann selur DeepMind 2014, Google kaupir DeepMind, en á þessum tíma að þá var Meta eða Facebook eins og hétu ennþá þá var Facebook líka að reyna að kaupa DeepMind. Þeir buðu meira þess að hærra. Facebook var tilbúið að borga mun meira en Demis Hassabis sagði nei, ég ætla frekar að velja Google út af því að Google var tilbúið að samþykkja við þessa skilmála. Og hverju voru þessir skilmálar? Já, það eru svona 3 aðalskilmálar og málið að svona hvað gerist í kjölfari ekkert endilega svo skýrt, en hann setti fram sett kröfu að Google myndi stofna svona gervigreinda siðferðisnefnd, svona nefnd til þess að tryggja siðferðislega notkun gervigreindar og gervigreinda öryggi og að gervigreindar yrði ekki misnotuð. Þetta var rosalega mikilvægt fyrir honum. Svo sem sagt gerði hann þá kröfu og þetta var í samningi að gervigreindin yrði ekki notuð í rauninni til njósnunar eða í hernaðarskyni. Okay. Þannig að þetta er rosalega framalega í huga hans að gervigreind sé notað á réttan hátt. Hann hefur greinilega eitthvað values þarna sem skipta meira máli heldur en bara að fá meiri pening fyrir teimið sitt eða fyrirtæki sitt. Og svo var það að hann vildi að þeir fengi áfram að vinna í að þróa AGI. Þetta ofur gervigreind sem öll þessi fyrirtæki í dag að keppast að reyna að ná. Hann vildi halda í það markmið í staðinn fyrir að vera bara étin af Google leitavélinni að fara í að hámarka tekjur með auglýsingum og eitthvað svoleiðis. Af því að það hefði verið mjög auðvelt fyrir Google að vilja fara þá átt til þess að fá eitthvað fyrir þessa fjárfestingu. Ekki spurning. En hann var mjög ákveðinn í að vilja halda hlutunum svona. Og svo var það bara svolítið gert ráð fyrir því í þessu öllu að DeepMind myndi áfram fá að vera svolítið sjálfstæð eining innan Google og ekki svolítið einmitt gleypt af restina fyrirtækinu eða brotin upp. Og við vorum að tala áðan að DeepMind er ótrúlegt en satt með höfuðstöðvar í Bretlandi. Já, þeir eru búin að ég heldur séu með svona teimi sikkur megin við Atlantshafið. Algjörlega. En það er einmitt þetta hann var og stofnaði fyrirtæki í rauninni þarna í Bretlandi og held ég ennþá þar með stóra höfuðstöðvar. Alls ekki algengt að tæknirísar eins og Google eða Facebook vilji halda í eitthvað innan Evrópu eða Evrópusambandsins eða annar ríkja. Ekki lengur þarna innan Evrópusambandsins. Nei, ég er að segja, ef Evrópu eða innan Evrópusambandsins. Að þú veist að hvort sem að sé eitthvað evrópskt ríki þá er bara allt laga umhverfið er flóknara og erfiðara fyrir þessa risa. Nefnilega. En sem sagt, til að segja örlítið meira DeepMind, að þá var markmið þeirra frá upphafi og á ennþann dag í dag að vera þetta göfuga markmið sem að skilgreinir og ég segi þetta kannski á ensku fyrst, to solve intelligence to advance science and humanity. Hann vill í rauninni leysa gáfur eða greind til þess að framfleyta vísindum og mannkynnu. Hljómar rosalega göfugt, svolítið svona Star Trek vibe þar sem að hann svona situr í rauninni hag mannkynsins umfram eigin og hag fyrirtækisins og þetta er svolítið það sem að líka einkennir svolítið þessi markmið hjá þessum gervigreindarísum, líka hjá OpenAI þó svo að margir séu að gagnrýna það að þessi orðið svolítið meiri fókus á hagnað og ykkur og svoleiðis hluti. En þeir hafa staðið sig nefnilega sjúklega vel í þessu markmiði að framfleyta vísindum fyrir mannkynið. Og það er einmitt alveg fyrir núna mállíkunin, þá voru þeir með stærstu svona sögulegu fréttirnar gervigreindar afrek. Eitt af þessum afrekum var AlphaZero sem að var ein útgáfa af gervigreindarlíkani sem að vann í leiknum Go, sem er einhver svona kínverskur leikur sem er miklu flóknari heldur en tafl og var lengi vel talið að manneskjur gervigreind myndi aldrei verða betri manneskjur í þessu og þeim tókst að vinna heimsmeistarann 4-1. Það sem eiginlega mér finnst magnaðast er að hann náði þessu einu þannig. En það var ég heyrti þessa sögu, það var eitthvað þannig að AlphaZero gerði á einhverjum tímapunkti eitthvað galið move. Já, Move 37, það sem að fólk hugsaði bara, já, ok, þetta er ekki klárara en þetta.
svo leið á leikinn og þá kemur bara í ljós að þetta Move 37 að bara hreyfing 37 skipti öllu máli fyrir hvernig þessi leikur fór. Já, þeir heldur hreinlega að þetta hefði verið glitch eða bara svona mistök hjá líkamanum að því að fram að þessu múfi þá var Alpha Zero í rauninni búið að gera rosalega típiska hluti. Og með þess að Lisa Doll talaði það bara að þetta var ekkert rosalega inspiring leikur. Þetta var allt svona svolítið by the book. Svo kemur þetta move og hann bara þurfti að fara í góða pásu af því að hann bara hvað í gangi? Er það að gera eitthvað mistökina eða er þetta eitthvað genius? En hann sá ekki hvað það var að gera, hélt svo áfram að spila við það og fattaði svo seinna hvað þetta hefði verið klikkað move. Já, og það finna við ef fólk með reynslu og tabli að ef maður horfir á til tablmót, horfir á það bestu spila, þá sér maður alltaf hvað tölvunni finnst leikinn á hvernig tímapunkti, þannig að maður fær góða hugmyndum hver að vinna og hver að tapa. En þegar þú ert að búa til bestu tölvu í heimi í svona leik, þá getur ekki séð þetta fyrirfram. Nema þú sért að hlusta á akkurat það sem tölvunni finnst og það svolítið ósanngjarnt að hlusta á hvað öðrum spilarunum finnst. Og hún bara búin að segja allan tíma, ég mun vinna þetta, ég veit að ég mun vinna þetta. Ég alltaf að fara að vinna, þarna var engin leið fyrir fólk að sjá fyrir að það var búið að spila til leiksloka hvernig leikurinn myndi raunverulega fara. Já. En sko, það svolítið fyndið hvað fókusin hjá DeepMind hefur verið mikið á leiki. Þeir byggu líka til lausn á sínum tíma, man ekki nákvæmlega hvað hún heitir en þetta var spurningum hvort það var Alpha Star, þar sem að þeir unnu StarCraft, tölvuleikur sem var rosalega krefjandi og fengu gervigreind til þess að spila hennar leik og maður pælir, af hverju þeir að eyða öllu þessi púðri í að vinna einhverja leiki? Málega að Demis Hassabis sjálfur, skilst mér, hvort hann sé Grandmaster í tabli og var fáránlega öflugur í rauninni í tabli þegar hann var ungur og hefur alltaf haft leiki svolítið í hugana sínum sem proxy fyrir svona alvöru heiminn. Þar sem að ef þú getur sýnt fram á greind sem að gagnast þér í leikjum, þá ætti sama greind að geta gagnast þér í raunheimum. Ertu með þarna? Já, hann er það sem heitir Candidate Master, sem að ég þori ekki að fara með hvað þýtt yfir á íslensku. Nei. En mér líður eins og að þetta þeir sem að væru góðir svona kandidatar í að verða stórmeistarar. En hann allavega var rosalegur í þessu þegar hann var ungur og svo hafði hann, þegar hann fekk hann einhverjum tíma innblástur að vilja leysa greind út af því að hann sá bara ef við leysum þetta og leysum við öll heimsins vandamál. En fókusin hans hefur þess vegna verið litaður svolítið af þessu leikja áhugamáli en þetta hefur svo gert að verkum að í kjölfarið á þessum uppgötunum og afrekum að þá gerðu þeir hluti sem að raunverulega hafa mikil áhrif á heiminn eins og þegar þeir gáfu út AlphaFold sem að vann honum Demis Hassabis Nóbelsverðlaun í efnafræði 2024. Efnafræði. Gæinn sem þarna að leiða gervigreindateymi var Nóbelsverðlaun í efnafræði og sama ár og ég vann í fyrra þá var mjög mikið gagnrýnt sama ár að þá unnu John Hopfield og Geoffrey Hinton líka Nóbelsverðlaun í eðlisfræði. Tveir gervigreindagaurar sem að fengu þarna viðurkenningu fyrir þróun á tauganetum þú veist, á 8. áratugi. Allt í einu eru þeir að fá Nóbelsverðlaun fyrir gervigrindaframlag og svo er Demis Hassabis að fá Nóbelsverðlaun fyrir gervigrindaframlag og maður svona fyrir að sjá mynstur í þessu og vera pælið í mun einhver tíma að vera Nóbelsverðlaun sem að nota ekki gervigrind í framtíðinni. Gervigrindin er að fara að vera bara allt í öllu. Hún er að fara að éta vísindi bara. Hver ætli fái friðarverðlaun Nóbels fyrir gervigrindaframlag? Það er stóra spurningin. The Negotiator GPT. Já. Oh my god. Það væri geðveikt. En það er ógeðslega gaman fyrir nörda eins og mig og þig að sjá game theory eða svona leikjafræði að skila raunverulegum árangri. Af því að þetta er eitthvað sem við elskum að pæli, við elskum að besta einhverja leiki, spila einhverja strategíu. Ég átti mitt bara deilur við fólk daginn í matabóði þar sem að ég vildi spila spilið eftir bókinni en þau vildu búa til sínar eigin reglur og ég var að hugsa bara þetta er frábært spil sem við erum að spila, það er ekki hægt að búa til betri reglur bara, og það sem þau vildi rauninni gera var að einfalda spilið sem ég hræðileg hugmynd
En það gott í nörda hjarta að sjá að fólk sem að spila leiki eftir reglum en besta þá að skila svona árangri. Já. Þetta það sem að maður stefnir á að gera. En svo þetta voru svona þessi afrek sem að tengjast eiginlega ekki svo mikið mállíkonum í dag, en málið að DeepMind var nefnilega líka svolítið að leggja svona lagði grunninn að því sem að OpenAI svo gerði með ChatGPT. Mér finnst þetta sjúklega magnað. Bara að það klikkað að þau hafi rutt þennan veg fyrir stærstu ógnina sína. Já. Og það var að þeir gáfu út rannsóknina sem að hefur þetta fræga nafn Attention is all you need, sem að svona svolítið, þetta orðið svona nærði góðsagnakend grein sem gáfu út, sem að var þessi transformer arkitektur sem téð í ChatGPT. Já. Og þannig það kom frá Google. Nýja testamentið. Já, Nýja testamentið. Og svo málið var að ég sá svolítið gott take af hverju Google fór ekki alla leið með að búa til í rauninni ChatGPT eða sambærilega mállíkan á undan ChatGPT, og það að þeir stóðu frammi fyrir það sem að, þú veist, kallast á ensku innovators dilemma, þar sem að þeir eru svona að meta, það þess virði að búa til hérna eitthvað sem að mun mögulega taka út í rauninni leitarvéla veldið okkar. Það að segja að búa sjálfur til lausnina sem að drepur leitarvélina þeirra, af því að það það sem að í rauninni Google beygði allt sitt upp í kringum. Það var þessi leitarvél, og ef þeir hefðu þróað þetta þá svolítið fellaðir sitt eigi veldi, en svo bara kom samkennisaðili, gerði þetta fyrir þá, og þá þurftu þeir að catch up. Og þannig að þeir eru smá ábyrgi fyrir svona að hafa mist forskotið þarna, en maður skilur það frá businessliðinni að vilja ekki hafa þróað endilega í þessa átt. Einmitt. Þú nefndir áðan einmitt að Google hefði geta fengið DeepMind til þess að bara fara í það að besta einhverja algoritma og hækka tekjur og svona, til þess að gera kaupin þessi virði fyrir þau. Það náttúrulega vissi það enginn þá endilega, en ég nokkuð viss það að þessi kaup hjá DeepMind séu að skila sér margfalt á þessum tímapunkti. Ég held það líka, ég held að ef þeir hefði ekki gert þetta þá væri mun verri stöð í dag. Já. Þeir væri bæði ekki eins stórt fyrirtæki og þeir ættu ekki eins góðan séns á að taka þátt í þessu. En náttúrulega við hefðum þá kannski heldur ekki fengið Attention is all you need og alltaf þessu hluti. Það erfitt að segja hvað hefði gerst, en ég held að það sé enginn hjá Google sem sé að hugsa bara ef við hefðum sleppt í að kaupa DeepMind árið 2014. Nei, ég held að þetta gæti verið ein besta fjárfesting sem Google hefur gert. En þannig að Google hefur þetta samkennisforskot, þetta ótrúlega teymi og þessu ótrúlega tækni, en það sem þeir hafa umfram eiginlega alla hina tæknirisana líka þessi ótrúlega tækni sem þeir hafa þróað núna í rúmlega 9 ár, sem að heitir Tensor Processing Unit, eða TPU. Og þetta þeirra eigin örgjörfi, sérstaklega hannaður til þess að keyra þeirra lausnir, sérstaklega þeirra gervigreinda lausnir. Já, þau eru með geðveikt teymi sem að sjá hugbúnaðinn og tauganetin og gervigreindina, en þau eru líka gríðarlega sterk á vélbúnaðarsviðinu. Nefnilega, og Nvidia að búa til sín GPUs sem að með kútakjörnunum gera þeim kleift að keyra gervigreind betur heldur en ein önnur tölva. Og málið að það sem að allir segja í dag að í rauninni það fyrirtæki sem mesta reikniaflið mun vinna gervigreinda kapphlaupið. Af því að þeir eru að sjá að í rauninni reikniafl algjörlega bara, hvað segir maður, það bara svona eins og rafmagn. Þú veist, til þess að hafa öflugasta tækið þá þarftu mesta rafmagni. Þetta er það sem að knýja gervigreindina bæði í þjálfun og þegar þú ert að keyra hana, og ef þið skortir þetta, eins og mörg fyrirtæki að segja að þeir gera í dag, að þá áttu ekki breyk í að taka þátt í gervigreindakeppni. Nema þeir eru, ólíkt öllum hinum, ekki eins háðir en Nvidia. Nvidia búið að vera að selja skóplur í gullæðinu og þeir eru búin að græða mest af þessu, og þeir eru held ég núna rúmlega $5 trilljón, sem þá $billjón virði í íslensku tali.
og Google allt í einu eru þarna með þessa 9 ára gamla fjárfestingu sína sem að skila sér svo mikið af því að þeir eru samkeppnishæfir kompjútlega séð við Nvidia. Þetta eitthvað sem ég held að fari fram hjá mörgum af því að það mikið talað að Nvidia sé með þetta svona monopóli á sem sagt vélbúnaðinn sem keyrir gervigreind en það annað í boði og það eru TPUs hjá Google sko. Svo ég held að við nefnt þetta í öðrum þætti, þá þarna eins og OpenAI að reyna að slíta sig eins frá þeim. Það samstarf í gangi við bæði AMD sem samkeppnisaðili Nvidia. Þú finnir reyndar að forstjórandi 2 eru frænsystkini, Jensen Huang og Lisa hana. Já, en ekki líka, það samkeppnisaðili Nvidia, en ekki líka nýbúið að eiga sér stað einhver samstarfssamningur þarna á milli? Jú, svo þetta orðið svo mikið flækju sko, og við erum komnir á dodgy slóði núna því að það erfitt að halda utan hver að vinna með hverjum sko. Já, það allir að vinna með öllum og allir eiga viðskipti við alla. Þetta orðið svolítið frumskógur að skilja hvað mörk eru sett þess að dana. En sem sagt, OpenAI gerði líka samning við Broadcom að byrja að þróa þeirra eigin svona custom örgjörva fyrir sínu lausnir. Málið að Google með 9 ára forskot á þá. Já. Og svo náttúrulega, þú veist, Nvidia náttúrulega með mesta forskoti þannig séð. Þeir eru búin að vera að þróa sína tækni í, þú veist, held ég einhverja nokkra áratugi í kringum gervigreind. Og þarna kemur svona bullish teikið á Nvidia eða nautgripa teikið við höldum að það sé að fara upp. En það að þegar það kemur að örgjörfum og svona rosalega nákvæmum vélbúnaði að þá forskot gríðarlega mikilvægt. Já, ég meina þetta bara, ég held að það sé haldið fram að getur þú sagt að örgjöruna sjálfa eða vélarnar sem búa til örgjöruna að þetta eru flóknustu tæki sem mannkynið hefur búið til. Já. Það bara ekkert eins svona tæknilega flókið að byggja og vélina sem að býr til flóknustu tölvur allar tíma. Já, og þetta eitthvað sem á engan veginn við segjum að þú sért að stofna samfélagsmiðl. Já, en Facebook með 15 ára forskot á þig. Já, þú getur samt tekið fram, þú getur búið til Snapchat eða eitthvað skilur. Hugbúnaður ekki eins mikið mót. Nei, þú getur fleytt honum áfram. Já. Þetta eitthvað sem að þú þarft áratuga reynslu bara úr geiranum og svo hjálpar hver einasta reynsla sem úr með innan fyrirtækisins. Ef þú byrjar í dag þá nærðu staðinu það sem þau eru í dag eftir 10 ár og þá eru þau komin 10 ár aftur á undan. Já. Það frekar vonlaust að ná þeim og ég man að AMD, stærsti samkeppnisaðili Nvidia, sagði bara það of seint að reyna að ná Nvidia í þessu, þannig við þurfum að horfa lengra og vera á undan þeim að næsta markmiði. Við erum búin að tapa þessu hlaupið. Sem það sem Nvidia gerði, þau voru uppálega bara fyrir tölvuleikja eða fókusuð á tölvuleikja örgjörfa sem að vildi svo til að virkuðu svo ógeðslega vel fyrir gervigreindi líka og þurfti að skjákortin gátu verið notuð fyrir fylgjamarkveldi sem svona svolítið undirstaða útreikningana fyrir spunagreind nema svo þróuðu þessa kútakjarna og allan hugbúnaðinn líka. Málega nefnilega og það sem einhverju átt að segja á þetta ekki bara spurning vélbúnað sem keyrir kóða, þetta spurning að þeir bjuggu til heilan stakka af hugbúnaði til þess að styðja forritarana í þróunina á þessum tólum. Þannig að þetta líka bara spurning hvar eru tólin sem muni aðstoða mig við að þróa næstu kynslóð af gervigreind og þannig að þú þarf bæði að þróa hardwareið og software-stakkan ofan á til þess að geta gert það og þá ertu, þú veist, það væri ekki nóg að búa til vélina. Það mun ekki nota hana. Og sem maður sem hefur verið að fikta sig áfram í að hýsa sínar eigin gervigreindir og svona, að þá þetta eitthvað sem ég lendi oft í að það ekkert mál að hýsa þetta á þinni eigin tölvu. Þú þarf bara að byrja á því að installa kúta og það ekki hægt nema þú sért með Nvidia. Eða það bara ekkert annað í boði. Notir eitthvað alvöru hack sem að virka svo ekkert, þú veist, skilar engum árangri. Sko. Og þessi tæknirisar, þeir nota Nvidia-kortin að þeir hafa ekki neitt annað að velja. Já. En yfir í Google aftur, þau eru með þetta geggjað forskot á samkeppnina þegar kemur að þessu. TPUs, þau geta framleitt sín eigin örgjörva. En eru líka búin að vera í gervigreindabransanum heillengi. Og þegar við skoðum lausnir sem að við tengjum ekkert endilega beint við gervigreind eins og bara Google Maps eða Google leitar algoritman. Það gervigreind á baku þetta allt saman.
Hún er oft falin og þegar hún er vel gerð og falin þá er þetta ekki gervigreind í huga fólks. Nei, þá er þetta algoritmi. Já, það er svona grásvæði þetta á milli, hvað er algoritmi og hvað er gervigreind, en þetta er allstaðar. Já, þannig að þau eru enga veginn inn í gervigrindabransan. Nei, ég gerði smá lista. Já. Ég gerði smá lista fyrir lausnir sem að Google er annars vegar búið að gefa út árið 2025 eða búið að uppfæra eða þróa árið 2025 og þetta eru svona lausnir sem eru búin að vera í fyrirsögnunum á árinu frá Google. Já. Og þetta endaði með að vera allt of langur listi af svo mörgum ólíkum lausnum. Þeir eru nefnilega, og þetta er eitt sem að Demis hefur sagt eins og hann sagði að þeir eru að stefna á AGI, þessi ofurgervigreind sem veit meira en eða klárar en manneskjur í basically öllu. Hann sagði við erum ekki bara að betta á eina leið að AGI, við erum að betta á allar leiðnar. Við erum, ef við teljum vera mögulegt að fara þessa leið að AGI, þá munum við fara hana og hina leiðina. Og hér erum við með smá svona lista sem ég ætla að telja upp svona, það er gervigreinda vörur eða lausnir sem þeir eru búin að tilkynna. Þannig að eina af þeim vinsælustu er Notebook LM og þetta er eiginlega bara hugbúnaður í kringum gervigreindina þeirra. Þarna er kannski engin byltingakend ný gervigreind fyrir utan bara mállíkanið sem er þarna undir, en þetta er mjög vinsæl vara sem ég einmitt notaði miklu leyti í undirbúningi fyrir þennan þátt. Myndirðu segja að Notebook LM væri meira svona scaffolding eða hjálpatæki? Já, þetta er software umgjörð í kringum eitthvað svona AI-kjarna og sami AI-kjarni er þarna notaður í mörgum lausnum. Akkurat. En skilar gríðarlegu verðmæti þegar hann vinnur svona með scaffoldinginu, sko? Einmitt, þetta er bara svona, bíllinn er einskis virði ef hann er ekki með vél, en vélinn er líka einskis virði ef hún er ekki tengd við drifkerfi bílsins og hann getur ekki verið beisluð á þann hátt. Þannig að þetta er tvennt sem þarf að haldast í hendur og þeir eru þarna með ótrúlega flotta umgjörð í kringum þessa vél. Og svo er náttúrulega AlphaFold eins og við töluðum sem að vann Nobelsverðlaun og ég útskýrði það kannski ekki nægilega vel af hverju þeir eru unni Nobelsverðlaun fyrir þetta, en þarna eru þeir að spá fyrir lögun próteina út frá því að vita röð amino acids í rauninni sem það er að segja, þeir eru með uppskriftina af próteininu, er þetta að segja, og svo geta þeir spáð fyrir lögun próteinsins. Málið er nefnilega að lögun próteinsins segir eiginlega mest til eiginleika próteinsins, hvað það mun gera við, hvað það mun bindast og hvernig það mun haga sér og það í yfir 50 ár hafa vísindamenn verið að vinna í þessu og að reyna að spá fyrir lögum próteina og eitt sem er svolítið magnað að heyra var að sumir doktorsnemar tileinka bara öllum sínu rannsóknarferli að komast að lögun eins eða tveggja próteina og þannig að þetta er margra ára prósess fyrir ótrúlega klárun einstakling til þess að komast að lögun eins próteins og margir töldu þetta væri hálf ómögulegt vandamál að leysa að vita lögun á próteinum þar til að við værum bara komið með miklu öflugri svona skammtatölvur, svona quantum computers, nema að þeir eru eiginlega búin að leysa þetta. Þeir leystu þetta sem að gerir okkur kleift að þróa alls konar ný lyf og lausnir og skilja betur þann heim sem að tilheyrir líffræðinni sem að var bara nánast óyfirstíganlegt markmið. Svo er þeir líka með Alpha Genome sem að spáir fyrir áhrif breytinga á erfðamengi, þannig að þú myndir breyta DNA, hvað áhrif myndi það hafa á þetta líffræðilega kerfi sem þú ert að stúdera. Svo mjög cool tilkynning sem kom fyrir árinu, Alpha Evolve, sem er samt líka eins og Notebook LM, kerfi sem var byggt í kringum mállíkan, nema gert á mjög sniðugan hátt til þess að styðja við þróun og uppgötvun í stærðfræði og tölvunarfræði. Þannig að basically þeir láta þetta framleiða tillögur að einhverjum nýjum sönnunum, þú veist, eða nýja leiðir til þess að gera fylkjamarkveldi eins og þeir gera þarna og þeir leystu til dæmis eitt vandamál sem að það hefði ekki verið framfarir að því í 56 ár. Sem að var hvað besta leiðin til að markvalda saman 4x4 fylki sem er ótrúlega sérhætt verkefni ef málið er að ef þú útfærir þetta svo í gagnaverum, að þá getur í einhverjum tilfellum séð, þú veist, einhverja prósentu aukningu í afköstum í ákveðnum aðgerðum sem þeirra gervigreindin hérna notuð til þess að gera tölvur hagkvæmari. Gera gervigreindina betri. Já, á vissan hátt. Hún er að contributa þarna að einhverju sem að getur stuðla að hagkvæmari þróun gervigreinda.
Alpha Evolve var látið keyra ítrekkað ekki aftur og aftur og ídra sér svolítið. Jú, svona í rauninni það skoðaði ótrúlega margar slóðir að nýrri lausn og notaði svo sniðuga aðferðir við að tékka hvort að þessar nýju sannanir eða nýju lausnir væru gildar. Já. Þetta eitthvað sem maður myndi svona kalla einhverja útfærslu af svona deep agent sem fær að vinna lengi. Já, en líka pínu wide agent, það að segja að það skoðar allar leiðirna á sama tíma. Þetta eins og wide og deep search samtímis einhvern veginn. En sem sagt þarna í einni grein tilkynntu þeir 13 nýjar uppgötvanir eða lausnir í stærðfræði og tölvunarfræði. Það svo galið. Það svo galið að kasta út þessu. Þeir gera þetta alltaf. Aðrir mjólka hvert einasta verkefni sem þeir eru með fyrir allt publicity sem þeir gera og Google bara svona, hey by the way, við listum hérna 13 stærðfræði vandamál sem enginn hefur list áður og allir bara, hvað í gangi? Svo fara þeir bara aftur að vinna. Já, fara aftur að vinna og daginn eftir gefa þeir út Alpha Geometry sem næsta lausn sem líka svona stærðfræði lausn sem nota málíkan nema til þess að leysa rúmfræði, svona flókin rúmfræðileg verkefni, geometry, og þetta var notað til þess að reyna að leysa nokkuð vandamál á ólympíuleikum í stærðfræði og náði árangri sem hafði aldrei náð staðið með gervigreind. Galið, hvað þeir eru að gera mikið, samt bara með þennan málíkans kjarna. Einmitt. Og svo, við nefndum þetta held í fyrsta þættinum okkar, Genie 3. Já. Þessi gervigreind sem að leyfir að stjórna vídeói eins og tölvuleik. Já. Maður meðast þetta fáránlega cool, en þetta var bara eitt af því sem þið tilkynntu í einhverju svona sprengju sem þeir vörpuðu þarna þegar við vorum að byrja hlaðvarpið. Genie 3 frá, að því nú veit maður að það náttúrulega gríðilegt samstarf á milli, en þetta frá DeepMind, Google DeepMind, eða þetta frá Google samsteypunni? Það náttúrulega ekki skýra línur. Nei, Google DeepMind gervigreindar batterið náttúrulega sem að leiða all framtíð AI-mál. Ég held að ég nokkuð sem þetta hafi komið frá DeepMind. Ég held að eiginlega allt sem ég að nefna hérna hafi í rauninni komið frá Google DeepMind. Mér finnst mjög áhugavert sem að kom út í gær. Það WeatherNext frá Google. Já, fáránlega cool. Þetta ótrúlega cool. Þetta veðurspá sem gervigreindar líkan sem sinni veðurspá og mun líklega verða mjög fljótlega industry standard vegna þess hversu bæði þetta skilin áræðanlegu niðurstöðum en þetta svo miklu ódýrari í rekstri heldur en fyrri veðurspár líkun. Já, þetta breytir veðurspáleiknum rosalega. Já. Ég man nefnilega þegar ég var að gera mastersverkinu mitt, þá var ég mikið að stúdera veðurspár og veðurgögn og svona og þá pældi ég mig til, af hverju ekki búið að gera meira gervigreindar lausnum fyrir veðurspár. Þetta alltaf nota svona eiginlega eðlisfræði hermannir og svo líka pínu fyndið að ofurtölvunar sem að þeir eru að nota til þess að spá fyrir verðinu í dag valla ofurtölvur og tölvur. Já, tölvunar sem það, já. Nei, en þarna en ég hugsaði mitt, af hverju ekki bara gert, þú veist, 100 sinnum öflugri ofurtölvu sem að í dag myndi ekki eins og vera það dýrmiða við tölvunar sem að þessi fyrirtækir gera, en þá áttaði ég mig á því að það vantar hvatan. Það vantar allan hvata til þess að þróa betri veðurspá, af því að það eiginlega ekki hægt að skapa tekjur út frá veðurspám nema þú ætlar að fara að selja það til fyrirtækja sem hafa rosalega mikinn hag í betri veðurspá, en þetta bara ekki besta business model, af því að þetta hefur yfirleitt verið rekið af ríkjum og niðurgreitt af ríkjum til þess að vera svona almenningsþjónusta. En af því það er svo dýrt að reikna þetta, að þá með því að leysa þetta með gervigreind, þá getur þú gert þetta sem mikla hagkvæmara og þeir eru einmitt töluðum að með þessu nýja veðurlíkani, að þá ættir að geta gert veðurspá bara á venjulegri tölvu. Eftir þunga þjálfuna sjálfsögðu. Algjörlega. En þetta það sem ég er svo áhugavert við þetta það sem þú segir, af hverju ekki vera að nota gervigreind meira í þessu, af því að það sem að ég bjóst við að væri að vera að gera hjá veðurstofum, væri bara allt væri gervigreind og bara allt væri vélnám, machine learning og þetta væri bara svona, en komst að því bara í gær að þetta rosa mikið eins og segir eðlisfræði hermannir, og það bara að sjá hvaða áhrifur þetta og þetta og þetta og þetta og bara svona keðjuverkun veðurs allan hnöttin sem náttúrulega gríðarlega erfið starffræði og ónákvæm, þannig séð, að því að það verði einhverja námyndunarvillur í hverju einasta skrefi, sko. Já, áhugaverð staðreynd veðurspár með þessum hefðbundna hætti að þeir safna rosa miklum gögnum frá flugvélum.
Já. Því að hvernig færðu mælingar frá himninum á ákveðnum stöðum? Akkurát. Í flugvélum. Ég veit hvert það var. Já, og í COVID, Einmitt. að þá versnuðu veðurspár svo mikið að því að flugum fækkaði. Já. Og þannig að það voru mælanlega áhrif að gæði veðurspáa í COVID Einmitt. út af gagnasöfnun með flugvélum. Miklu færri gagnapúntar. Já. En WeatherNext tekur svolítið aðra nálgun. Þarna setjur inn, bara eins og með aðra gerðugreindar, setjur inn eitthvað inntak sem að eru alls konar upplýsingar. Ég er ekki búin að kynna með nákvæmlega hvað það er sem fer hann inn. Nei. En úttakið sem þú færð er svo bara veðurspá langt fram í tíman með mjög sem sagt, nákvæmu litlu error. Já, nei, svona litlu millibili, þú veist, þú færð Já, í nákvæmum skrefum. Skrefum, já. Af því að það er alltaf trade-off. Ég mani mitt að þegar að veðurstofur eru að gera spár, þá gera þær oft svona short term, svo medium range, weather forecasts og það meira segja held ég European Commission of Medium Range Weather Forecast, það er eitthvað í það áttina sem að deilir svona medium spám fyrir alla Evrópu. Þú þarft alltaf að velja eitthvað balans af hversu nákvæmt í rúmi það er að segja, þú veist, ætlar að hafa kílómetri sinni kílómetri eða 10 kílómetra sinni 10 kílómetra upplaust og svo hversu stór skrefin eru, 1 klukkutími, 3 klukkutímar á milli. Tíma upplaust, það er orðið sem ég var að leita. Og svo time horizon, það sem er hversu langt fram í tíma ætlar að reikna, þegar það er að dýrara að minnka þetta allt saman. Akkurat. Og fer upp í time horizon og tíma upplaust fer náttúrulega í veldisvexti þegar þú ert að minnka lengri tíma þá þarftu töluvert fleiri glugga þarna. Já, það er allavega þetta er allt saman svona margföldunni áhrif, það er að segja ef þú tvöfaldar reikniþörfina, ef þú tvöfaldar alla þættina þá ertu komið með það í áttafalda reikniþörf. Já, en mér fannst þetta WeatherNext mjög áhugavert og gaman að skuli droppa sama dag og Gemini 3. Já. En þetta sýnir mér að Google er ekki að fókusa á hype. Þau eru ekki endilega að Þeir hefði getað mjólkað þetta í sikur lagi, það sem ég að segja. Þau gætu hafa gefið þetta út í síðustu viku og fengið smá athygli og svo eitthvað annað og svo eitthvað annað því þau eru svo ógeðslega mikið af vörum. En annað sem þetta sýnir mér sem að mér er svo geggjað er að þó svo að þeirra aðalmarkmið eins og hjá öllum gervigreindafyrirtækjum í heimi er að nálgast AGI, Artificial General Intelligence, þessi ofurgreind þarna, eða svona þessi hvað myndir þú kalla General Intelligence? Þetta er ekki Super Intelligence? Nei, þetta er svona almenngreind sem er það ekki það sem er kallað Narrow Intelligence, það sem að það er kannski einmitt snillingur í að brjóta saman prótein en ekki í neinu öðru, og skilur ekki 1+1. Þetta er svona greind sem að jafnast á við hversu almennt mannkynið getur verið, sko. En þau eru ekki bara að fókusa á, heldur eru þau líka að gera svona hagnýta hluti eins og WeatherNext sem eins og þú segir eru ekki endilega að fara að skila þeim gríðarlegum tekjum. Nei, einmitt. En eru bara smá almenningsþjónusta líka. Já. Að búa til eitthvað svona og það hefur örugglega gríðarlegt fjármagn verið sett í þetta. Já. Já, svo reyndar á svipulaust, ég man ekki nákvæmlega hvað hún heitir núna, Aggi getur kannski reynt að finna það, en þeir eru með líka laust, þar sem að þeir hafa reynt í rauninni að auka aðgengi að öllum svona gervinnata og svona jarðfræðilegum gögnum. Þetta er bara Google Earth AI held ég sem við erum að tala um. Já, þar sem að þú getur þá fengið upplýsingar ákveðin svæði, bara þú veist, segðu mér frá jarðveginum hérna, segðu mér frá eiginleikum þessa landsvæðis og tölfræði fyrir landsluta, bara þú veist, hversu mikið af þessu skógarsvæði og eitthvað svoleiðis. Og einmitt, það getur verið svolítið erfitt að tekjuvæða svona laus. Sérstaklega þú gefur þetta frítt. Já. Þau eru með þetta aðgengilegt frítt á netinu og þú getur farið inn á Google Earth sem að smá tangent að Google Earth var bara eitt uppáhalds leikfangi mitt þegar ég var lítill. Sammála. Ég hékk þarna inni. Þetta var mjög kul. Og ferðaðist heiminn bara í Google Street View. Já, eða með flugvélinni sem þú gast með flugvélinni sem fór á milli og lék mér að því að hrista hnöttinn. En þau gefur þetta allt frítt og þú getur farið inn í Google Earth núna. Þú getur sagt bara hvað eru marga byggingar á þessu svæði í San Francisco sem eru yfir 200 fermetrar. Wow. Og þú notar natural language til þess að querya og þetta kortleggur þetta allt. Þetta er galið. Og þú getur sagt bara þau eru með gagnasett sem nær aftur til ársins 2016. Þannig að þú getur sagt síðan 2016 hvað hefur verið mikil uppbygging á þessu svæði og þau kortleggja það fyrir því.
sko, Þetta fríar upplýsingar. Já, bara aðgengi að ótrúlega verðmætum upplýsingum og þeir eru bara að gefa þetta hana. Já. Gallinn við þetta augnablikinu bara í Bandaríkjunum. Þú getur ekki, ég var að reyna að nota þetta á Ísland, ég var að reyna að nota á Selfoss sem uppáhaldsbæjarfélagið mitt og var að reyna að skoða uppbygginguna síðan 2016 sem við vitum að hefur verið gríðarleg. En þetta ekki komið til Íslands. Þannig að þetta gekk ekki þar. Vonandi fljótlega. En þú veist, þetta er að gefa þetta frí. Þetta er galið að þetta virki, að þetta gangi upp. En svo aðra lausnir, við vorum búin að tala um Genie 3 og svo frekar svipulausn Veo 3 sem að var náttúrulega búið til gervigreinda myndbönd með hljóði sem var merkilegt á þeim tíma og en svo hafa það líka verið með Imagen, Image Generation líka til að búa til raunverulega myndir. Gáðu út eitt líkan sem að fekk gælunafn sem að festist, Nano Banana og mér skilst einmitt að Nano Banana 2 getur verið væntanlegt núna á næstu dögum eða vikum og það nú þegar Nano Banana eitt af þessum bestu Image Generation líkanum, sérstaklega fyrir breytingar á myndum. Einu helstu kvörtunum á námskeiðinu þegar við látum fólk búa til myndir af hverju breytir það andlitinu mínu? Af hverju ég baða að breyta því ekki eða breyta ekki þessum litum og það nærði ekki en þetta væri hægt í Nano Banana og verið sennilega enn betra með næstu útgáfu. Og við þurfum kannski að taka, og það hefur náttúrulega verið á dagskrá hjá okkur, að einn daginn að taka myndsköpunar þátt. Deepfakes og myndsköpun og mismunandi lausnir og svona. Eitt sem mér þætti áhugavert að gera væri að fara í þessa mismunandi aðferðafræði hjá fyrirtækjunum. Af því að þau ekki að nota nákvæmlega sama arkitektúr fyrir myndsköpun á meðan að eins og ég veit að Midjourney notast við Stable Diffusion þar sem að þau búa til random punta og svo gervigreind sem fyllir inn í og reynir að unblurra myndina og þannig verður hún til. ChatGPT myndin verður alltaf til frá vinstra horninu uppi og svo niður eins og ritvél og það að því að þau nota einhvern regression algoritma. Þau eru að blanda saman diffusion og regression á einhvern hátt sem að ég ekki alveg djúpur í. En þetta öðruvísi aðferðafræði. Já, og svo aðferð sem OpenAI að nota frekar hæg. Þetta svolítið leiðilegt að bíða í 2 og alltaf 5 mínútur einhvern tímann ef ég þurft að bíða. Stundum aðeins hraðara, en Google myndsköpunin bara enga stund. Það bara 20 sekúndur max. Og ég forvitin, ég hef ekki kynnt mér ennþá hvaða aðferðafræði Nano Banana að nota og hvernig það ekki vist að vilji segja. Nei. En hvernig tekst þeim að halda myndinni svona vel? Eitthvað sem að mig grunar að þetta sé layers, að það sé mask. Mig grunar, ef ég ætti að giska, ég myndi halda að það væri kannski fyrsta skref einmitt að reyna að merkja svæðið á myndinni sem átti ekki að breyta og svo taka það svolítið frá. En svo spurning, hvernig ná þeir að halda andlitinu svona vel ef þeir breyta sjónarhorn og færa það til á myndinni? Akkurát. Af því þú veist, það er orðin önnur aðgerð, en í þannig aðgerð þá held ég að það varðveitið ekki alveg eins vel. Þannig að það er spurning, en það væri gaman að kíkja út úr hútið, verst að þeir deila þessu ekkert svo öðvöldlega. Þetta er náttúrulega mikið samkeppni þannig að þetta spilar inn í val margra á hvaða gervigreind borga fyrir. Já. Næstu 3 lausnir, eitthvað sem ég hef ekki kynnt mér. Nei, þetta eru svo sem ekkert eitthvað sem við stöldrum lengi við. Málið þetta hlutir sem að þeir gefa út sem enginn talar um. Þeir eru með Lyria sem er fyrir gerð á tónlist. Þá í samkeppni við eins og Suno og hvað heitir það Udio, 2 svona lausnir sem eru notaðar af mörgum og við erum búin að vera að heyra svolítið af svona íslenskum AI-lögum. Elska það. Já, það er reyndar, mér finnst í hvert einasta skipti sem við erum saman í bíla þá viltu sýna mér eitthvað nýtt íslenskt AI-lag sem þú varst að finna. Ég elska íslensk AI-lög. Já. Það veistu hverju ég stressaður fyrir í dag? Veistu hverju ég kvíði fyrir? Spotify Wrapped. Það eftir að vera svo mörg AI-lög í top 5 hjá mér. Já, eða hvaða artisti kemur nummer 1. Það eru góða líkur á að Maggi Mix verði alla á top 5. Ég veit það er fyndið. Svo er þeir með lausn sem heitir Synth ID sem ég held að mjög fáir á eirstöðum sem er í rauninni leið til þess að merkja AI content sem slíkt. Það er að segja að festa einhvern veginn við myndina, merki eða fingrafar sem að tryggir að það sé hægt að rekja eða vita þetta myndgerða gervigreind eða myndband eða einhvers konar efni. Og svo er Gemma 3
sem svolítið áhugavert í rauninni þeirra open source eða sko open source kannski að takmarka leyti, þú getur downloadað allavega líkanlega, þetta allavega open weights ef ég skilja rétt, þannig að þú getur keyrt þetta á þínum vélum og þeir eru með nokkur layers af þessu, þeir eru með alveg svona, þú getur sótt mjög litla til þess að keyra kannski á einhverju farsímum, þú getur sótt mjög stóra til að keyra á öflugum tölvum og eitthvað þar á milli, þannig að þeir eru líka að reyna að eigna sér svolítið þetta open source system. Ég elska það. Já, en áður en við hoppum í Gemini sem er aðalfrétt svona dagsins, Anti-Gravity, ertu til að segja mér aðeins frá þessu? Já, þetta er fyrir menni sem mig mögulega aðalfrétt gærdagsins, frekar heldur en endilega Gemini 3, þó svo að Gemini 3 sé risa. Já. En það sem gerðist í gær er að Google ætlar að reyna að fá beta af þessum AI forritunarmarkaði. Já. Og þau gáfu út sína útgáfu af forritunarumhverfi eða IDE eins og Cursor er búið að gera, eins og Microsoft er búið að innleiða inn í VS Code sem er nú þegar þeirra lausn. Þeir eiga VS Code og GitHub Copilot eða ekki? Jú, Copilot er sem sagt innbyggður inn í VS Code. Já. Þannig að En er open source? Já. Microsoft er þar með að gefa öllum grunninn svipað á Google gerir með Chrome. Einmitt. Ég ætla að detta þess inn í þetta eftir, sko. Við erum með Cursor, við erum með VS Code og Copilot frá Microsoft. Svo erum við með aðra lausnir eins og bara Lovable, Replit og allt þetta sem eru meira í vafra. Já. En það sem að einkennir langflestar af þessum lausnum er að þær byggja á VS Code. VS Code er sem sagt umhverfi fyrir forritar alla forriti sem að Microsoft hefur átt. Sennilega eitt af vinsælasta. Klálega vinsælasta, bara topp 1, engin spurning. Og þau gefa þetta út open source, þetta þýðir að hver sem getur nálgast kóðan og hver sem má nota kóðan í fjárhagslegum tilgangi. Og það þýðir að þessi fyrirtæki tóku mjög skynsamlega ákvörðun að byggja ekki nýtt kóðaforrit frá grunni, heldur að byggja ofan á eitthvað sem var þegar til. Já. En þetta gefur líka samt kannski Microsoft smá sérstöðu að þó það væri flókið fyrir þau og þau myndu örugglega að fá mikla gagnrýni fyrir það, þá gætu þau lagalega séð hvenær sem klippt á þetta. Já. Og ekki afturvirkt en framvirkt. Já. Þau getur sagt við ætlum að hætta að styðja við þetta í framhaldi. Þannig að þið fáið ekki framtíðaruppfærslur, en það er svolítið catch out of the bag. Það ef þið geta haldið áfram að vinna á gömlu útgáfunni og þróaði sig ykkur lagi, þá eiga alveg decent chance nema Microsoft sitji þá þvílíkt púður í að gera VS Code betra eitthvað nátt. En Anti-Gravity kom út í gær og þetta er bara umhverfi fyrir forritara eins og hvert annað í þessum geira. Og ég kafaði svolítið djúpt í þetta og fór að skoða alla fítusana sem þeir eru með með marga cool fítusa. Meðan þú ert að forrita þá klárar þetta setninguna þína, autocomplete. Þú ert með spjall sem þú getur tala við og það er agent sem aðstoða þig við að forrita. Þau eru með mjög cool tengingu við Chromium eða Chrome. Það sem að agentin getur keyrt kóðan þinn í browser og skoðað notenda viðmótið, UI-ið. Já. Þannig að meðan hann er að forrita þá hann líka fylgjast með eigin breytingum og getur prófað að taka. Þú setur inn eitthvað kóða og það ruglar í útlitinu á vefsíðunni og það lætur þig vita eða þú getur spurt út í það bara hvernig lítur vefsíðan út núna. Já, þú getur sagt í hverju einasta skrefi, við erum að vinna í innskráningaferlinu, í hverju einasta skrefi eftir hvert einasta skrefi búðu til nýjan aðgang og skráðu inn á hann og sjáðu hvort allt virki og líti vel út. Og þá er þetta erindreki sem að fer í það prósess. Já, sturlað. Þetta er ógeðslega cool. Ég get ímyndað mér að þessi dýrt samt að keyra alla þessa Já, þetta kostar tokens, það er ekki spurning. Það er meira cool í þessu, þú getur gert eins og í öllum öðrum, þá getur þú highlighta kóða og sagt fókus á þennan part. En eitthvað sem þau bæta ofan á flest aðra er að núna getur þú í þessum Chromium browser highlightað UI element og sagt fókus á þennan part. Nei. Og meina þá fókus á svona viðeigandi kóðan á bakvið þetta. Akkurat, þannig að þú segir, breyttu bara þessu svæði ekki áhrif á neitt annað. Þetta tekur vibe coding á næsta level. Algjörlega. Og þau eru með fítus sem að Cursor innleiddi fyrir svona mánuði síðan. Og þau eru eiginlega bara að kopja Cursor þegar kemur á þessu. En það er bara agent view. Þannig að þú ert með eitt glugga sem er hefðbundna forritara umhverfið þitt. Svo getur þú farið í agent view
sem að gerir fátt annað heldur en að fela allt sem að fólk sem kann ekki að forrita skilur ekki. Þannig að þetta situr í algjöran vibe coding gír. Já, þetta vibe coding view. Það sem að þú ert bara að skrifa, sjá uppfærslu, sér vafran, sér hvað agentin að gera og hvað hann að hugsa, en þú sérð ekki kóðan. Þannig að þetta svona aðeins meira svona hands-on vibe coding dæmi heldur en til dæmis Replit. En þetta orðið náttúrulega samkeppni þá líka. Þetta er minnstur sem ég búinn að sjá núna ítrykkað í gervigreinda svona geiranum er að það virðist vera svaka samkeppni á okkur sviði, svo kemur einn að risunum, eins og Google og bara gefur út samkeppnisaðila og allt í einu fella niður alla samkeppnina. Það er svo erfitt að keppa við svona risa. Þeir eru með svo stór teymi og svo mikla resursa til þess að byggja upp betri lausn. Þeir geta hermt eftir öllu sem þú gerðir, gert meira og gert það ódýrara og það er bara svona, það er rosalega erfitt að vera lítill og keppa á stóru markaði í gervigreind. Það er að segja að ef þetta er nógu juicy markhópur og það er hægt að tekja þetta mikið sem að klálega er tilfelli með forritun, að þá mun einhver risinn koma og algjörlega gleypa þetta svið. Ekki spurning. Og það er kannski samkeppni milli risana. Já, algjörlega. Og Google er með algjörlega sérstöðu sem að svo sem Claude hefur líka verið með Claude Code, er að þau eru að keyra þetta á eigin líkunum. Þannig að þau eru ekki að borga ofan á eða borga með aukalega. Heldur eru bara að borga ekstra kostnaði fyrir sín líkun. Nema þegar fólk er notað eitthvað annað. Og ef þú ert með bestu líkunin. Og þeir eru að keyra þetta á sínum TPUs sem geta gert hagkvæmara og skalað upp. Þannig að þeir eru svolítið að bara klára keðjuna fyrir sjálfa sig. Vertical integration. Algjörlega, vertical integration at its finest, sko. Og ég eru pottþétt að fara að taka einhverja sneiða af þessum markaði. Ég held að þau eru ekki að fara að jarða alla hérna. Ekki hella á ennþá. Nei, ég hef alveg mikla trú á að þetta umhverfi verði svolítið svona. Þessi kaka sem þau eru að taka bita af er alltaf að stækka. Endalaust. Og það eru á hverjum degi sé ég nýtt fólk byrja að forrita sem forritaði ekki áður og ég sé forritara sem hafa ekki verið að notast við gervigreind færa sig verið að byrja að nota gervigreind. Þannig að gervigreinda forrituna kakan er að stækka margfalt. Fyrir nokkrum árum síðan svona 2-3 árum átti GitHub Copilot allan markaðinn. Algjörlega. Í dag þá eiga þau... margir sem ég veit í dag ennþá að nota það og kannski hafa ekki náð að halda í við alla þessa þróun. Nei, GitHub Copilot á ennþá 25% af þessari köku. Wow. Mikið. Þau eru inn í öllum enterpriseum og allir sem eru djúpt í Microsoft umhverfinu. Já, sem magna með hvað þetta er frumstætt í samanburði við hitt. Algjörlega. Þú bara, það eru mjög fáir agent möguleikar og svoleiðis inn í þessu, sko. En þau eiga 25% þessari köku samanborið við 100% fyrir nokkrum árum en tekjurnar hafa margfaldast því að kakan hefur stækkað. Já, það er allir að græða þetta er minnka hlutfalli sitt en auka samt stærðina. Já. Magna. Cursor er með skemmtilega sérstöðu. Þau eru svona svipað og Anthropic og OpenAI voru frekar snemma en eru samt litli gæinn. En það sem þau eru búin að gera er að þú getur kveikt á private mode í Cursor. Þannig að engin kóðiðinn er hýstur á þeirra þjónum. En þú getur líka sleppt í að slökkva eða kveikja því. Sem að lang flestir gera örugglega. Af því þú þarft að fara sérstaklega inn í stillingar og slökkva því. Eða kveikja því, kveikja á private mode, þannig að það er ekki deilt gögnum einum. En þetta gerir þeim kleift að þjálfa sínar gervigreindir eins og nýjasta gervigreind er að Composer 1 á því sem að aðrar gervigreindir eru að búa til. Þannig að Cursor er að þjálfa Composer 1 á outputinu úr Gemini, outputinu úr Claude, outputinu úr GPT-5 og bara outputinu sem að notendur samþykja og eru ánægðir með. Já, einmitt. Það að vera fyrstur inn á einhvern markað í gervigreind gefur svolítið svona fótskot sem er erfitt að sigra út að þú varst fyrstur að safna svo verðmætum gögnum sem að Cursor er búið að gera. Þannig að þeir munu sennilega halda sér í leiknum svolítið lengi. Já, eftir að skoða benchmarkin en þetta Composer 1 líkan sem þeir voru að gefa út hefur verið að virka sjúklega vel fyrir mig sem forritari. Það sem er merkilegast við það er að það er miklu minna líkan heldur en allir aðrir með. Já, þannig að hraðara og ódýra. Já, það er margfalt hraðara. Það er að skila einhverju sem að, hefði tekið kannski GPT-5 4 mínútur, Claude 2
er þetta að gera 30 sekúndum. Já, þá er alltaf líka tíma til þess að gera fleiri tilraunir og svona. Akkurat. Þannig ef þetta er ekki miklu verra, þá getur það verið að auka afkastin ennþá meira Algjörlega. að þú þarft ekki að bíða eins lengi. Já. Eitthvað sem ég hef lítið notað og bara svona til þess að rétt kasta þessu inn í lokin sem að allir eru farin að fókusa á. Þetta, ég hef séð þetta hjá Claude Code, ég hef séð þetta hjá Cursor og ég hef séð þetta núna hjá Antigravity, er agentic branching. Það er að segja að þú situr á stað 4, þú segir, breyttu þessum takka í rauðan takka og situr á stað 4 erindreka á sama tíma. Þeir gera allir sína niðurstöðu og þú berða svo saman eða lætur erindreka berða saman. Ótrúlega wasteful að pælir í. Já, og taka bestu niðurstöðuna. Já, en þegar kompjúter eru svona ódýrt og þetta keyrir svona hratt, þá, þú veist, ef þú getur borgað 5 krónur aukalega og fengið 4 á valkosti, auðvitað gerir það. Já, sérstaklega ef þú ert að búa til hugbúnað sem er að skila tekjum. Já, vá. En þetta Antigravity er risastórt move hjá Google og núna fyrst sinn að þá er Gemini 3 frítt inn í Antigravity. Já, vá. Þannig að bara meiri segja ef mann langar bara að prófa Gemini 3 og er ekki með áskrift. Ekki Gemini 3 Pro, þannig er það ekki einu líka hann að segja á þetta? Jú. Tilkynntu er líka DeepThink þarna. Já, en hérna, flottasta 3 líka sem er til. Já. En ef maður tímir ekki að borga Gemini áskrift, þá getur maður núna sótt Antigravity og bara spjalla við þetta venjulega frítt, en þú þarf bara að vinna í kóða umhverfi og menn. Já, vá, fyndi. Sniðugt. Þannig að svona prótip fyrir hlustendur sem vilja fara að prófa klárustu gervigreindina í dag að fá það frítt eða þannig að vera inn í ótrúlega forrituna og nördalegu umhverfi. Já, þannig að þá getið prófað þetta frítt og sparað ykkur 3.000 krónur. Merkilegt. Við erum alltaf að spara ykkur pening. En heyrðu, ég sé þetta að verða lengsti þáttur okkar fram að þessu, þannig að ég held að við þurfum að vinda okkur yfir í stóru fréttir dagsins. Let's go. Sem er Gemini 3. Gemini 3 Pro. Huge framfærir hjá Google og málið var að Gemini 2.5 Pro sem var besta líkanæðir að þar á undan, það var ennþá best í vissum mælikvörðum. Engin ástæða að gefa út Gemini 3. Nei, það hefði getað beðið lengur og mjólkaði þetta betur en þannig að þeir fóru frá því að vera að einhverju leyti í fyrsta sæti þó að þeir vissulega á mörgum mælikvörðum voru ekki í fyrsta sæti yfir í núna að vera bara í fyrsta sæti í öllu nema einu sem ég er búin að sjá. Já. Veistu hvernig ég komst að því að Gemini 3 væri komið út? Ég var á LinkedIn og ég sá post frá góðum vinn okkar Ethan Mollick sem er gervigreindar sérfræðingur í fyrsta klassa sem byrjaði á orðunum I've had access to Gemini 3 for a while now. Ég er búin að heyra þessu orð svo oft frá honum, það er bara eitthvað, nú er ég búin að vera að nota þessa lausn í svolítinn tíma á undan öllum. Það er alltaf svo ánægður að fá access, sko. Einmitt. I've had access to ChatGPT 5 for a while now. Það er alltaf sama línan og þegar ég sé þessa línu þá veit ég að það komið út líkan. Einmitt. Hann er svo fyndinn. En málið er, eins og þeir eru kannski búin að heyra á okkur, að við erum orðnir frekar heitir fyrir Google í heildina og ég er búin að vera það undanfarið ár eiginlega meira og meira og er farin að hafa meira og meira trú á þeim í gervigreindar kapphlaupinu fyrir mállíkön eins og Gemini. Og eins og ég segi, þeir eru lengi búin að vera með eitt besta líkanið en núna er eiginlega bara óneitanlega hægt að segja að Gemini 3 sé besta líkanið. Þeir eru búin að vera líka fram að þessu með stærsta samhengisgluggan sem að neitt hefur og þú fékkst að kynnast því á mjög persónulegan hátt þannig að þegar þú brendir þig á kostnaðinum á því og ég heldur sem búin að segja þá sögu og svo eru þeir líka búin að vera eina lausnin sem ég allavega veit af sem að tekur inn myndbönd og gerir það vel. Þannig að þú getur spurt bara, heyrðu, á hvaða tímapunkti í þessu myndbandi var einhver sem að datt á rassinn og þá bara, heyrðu, já, á þessum 4 stöðum í bíómyndinni datt einhver á rassinn og það gerir þetta bara leið. Ótrúlega flott. Og þeir hafa líka verið með einhver hagkvæmustu líkönin, þeir eru búin að vera með eitt svona besta hlutfall af gáfum per kostnað með eins og Gemini 2.5 Flash og öðrum svona minni líkönum sem hefur gert það að verkum að margir forritarar eru að nota þeirra kláru litlu líkön í sínum lausnum. Já. En nú í gær kom Gemini 3 og þetta er stórt stökk á ýmsa vegu. Það er eitt í tilkynningunni þeirra sem kom mér skemmtilega óvart
og það að þeir segjast vera komni núna með 650 milljón virka mánaðarlega notendur sem orðið bara ansi nálagt þessum 800 milljón sem við erum búin að heyra nýlega frá OpenAI sem þýðir að þeir eru ekkert rosalega langt frá því að ná OpenAI í fjölda notenda. Nei, þeir eru komnir þarna í svona sama ballpark, sko. Já, það munar ekki nema hálfum Bandaríkjunum á milli þeirra, en það hlutfallslega miklu minni munurinn séð. Það var á einhverjum tímapunkti sem að OpenAI var bara með 5 sinnum fleiri heldur en næstu vinsælasta lausnin. Einmitt. En einmitt, hvernig, sko, við höfum held ég einhvern tíma snert á þessu áður, en þegar það kemur út nýtt líkan, hvernig vitum við leiða þetta betra en öll hinn líkanin? Akkurat. Og það mjög einfalt, það notandi mælikvarða. Og eins og við höfum sagt oft á námskeiðinu að til þess að mæla gervigreind að þá gefur þið próf. Og það búið að þróa svo mörg próf til að mæla gáfurnar á gervigreind á svo marga vegu, af því að hvert og eitt próf gefið bara svona þunna sneið af gáfunum. Það að segja hversu gott það í svona verkefnum, hversu gott það í rökhugsun, hversu gott það í að túlka myndefni og svona. En þegar þeir henda út, eins og þeir gerðu þannig, einhverjum 20 niðurstöðum frá mælikvörðum og þeir eru bestir í þeim öllum, það sendir mjög sterk skilaboð að þeir séu með besta líkanið. Og ertu búin að skoða eitthvað af þessum mælikvörðum? Nei, ég geymdi þetta svolítið fyrir þig. Hellti mér í forritarhliðina, skoðaði og prófaði anti-gravity í gær. En hef lítið sem ekkert verið að prófa líkanið sjálft. Það sem að eitt af stærstu niðurstöðunum sem þeir gáfu út var frammistaða líkansins á ARC-AGI 2. Okay. Og þetta hefur verið einn af erfiðustu mælikvörðunum sem hafa verið notuð. Og málið þeir gáfu út 2 niðurstöður. Ég er með hérna niðurstöðunar frá 3.0 Pro sem er líkanið sem við getum fengið aðganga núna. Besta niðurstaðan fram að þessu var 17% af þessu prófi. Einmitt. Og til þess að hlustendur fái smá samhengi varðandi ARC-AGI að þá er þetta próf í því hversu góð gervigreindin í að leysa vandamál sem að ættu þannig séð að vera bara fyrir manneskjur. Að þetta eru djúp rökhugsunar og oft myndræn vandamál. Það sem þú þarft að finna einhver mynstur. Það er þetta líki svo rosalega mikið við svona greindarvísitölupróf, IQ-test, þar sem þú fær kannski 4 myndir og átt að sýna hvernig 5. myndin myndi líta út. Eða fær 4 myndir og átt að búa til nýja mynd fyrir hverja einustu mynd eins og fyrsta myndi sem þú fær. Þetta er rosalega abstrakt myndræn rökhugsun. Algjörlega. Og það er hægt að prófa að taka nokkur svona prófa á netinu og sjá hvernig þú stendur í þeim. En úr 17% sem var besta fram að því, náði Gemini 3 31%. Þetta er ekki lítið stök, hvað var það svona mælikvarða. Næstu í tvöföldun. Já, en rúmlega tvöföldu með DeepThink. Gemini 3 DeepThink sem er svona miklu dýrara og stærra og greinilega betra líkan sem þeir eru ekki búin að gefa strax út. En það náði 45,1%. Ég elska nafnið DeepThink. Já, er þetta ekki... Þetta er Hitchhiker. Nokkru sinnum á námskeiðunum okkar sem að fólk hefur ruglað saman Deep Research og DeepThink. Var það DeepThink? DeepThinker. Deep Thought. Þetta er næstu því. Þetta er næstu því Deep Thought fyrir þá sem hafa lesið og séð Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Já. Svo er uppáhaldsmælikvarði mínum sem er Simple Bench eftir AI Explained félag okkar á YouTube sem heldur mikið upp á. Málið að Gemini 2.5 Pro var besta líkanið á þeim mælikvarða það til í gær og núna í dag er það Gemini 3. Þær voru með 62,4% og flest líkan núna búin að keppa minna en 1% mun þarna í kringum 62,4% og þeir stökk upp í 76,4% sem er gott stökk hvað þetta próf varðar. Þetta fær mig til þess að halda að við séum að fara að finna fyrir mun. Já. Þetta prófið fullt af svona trick questions þar sem að þetta kemur kannski með svona klísjukend vandamál þar sem að breytir einhverju einu þar sem að ef þú ert í raun og veru að hlusta og skilja það sem að það er að segja
að þá ætti þetta að vera augljóst svar, Já. en þetta eru gildrur sérstaklega fyrir mállíkönin. Já. Þetta eru hlutir sem mállíkönin hafa átt svolítið til að falla í. Já. Svo var einn af okkar bestu mælikvörðum sem var Sweetbench Verified og þetta er eini mælikvarðinn sem að þeir eru ekki í fyrsta sæti með en það munar 1% á þeim og Claude. Claude er með 77,2% en þeir með Claude 4,5 Sonnet en Gemini með 76,2%. Já. Og Sweetbench Verified hversu gott líkanið í að leysa forrituna vandamál sem eru raunveruleg vandamál sem að fólk hefur dílað við. Einmitt, fyrir forritara, hugbúnaðarfræðinga og svona. Það til bara, þau safna saman raunverulegum hugbúnaðar vandamálum og láta gervigreindina spreyta sig á þeim. Já. En svo rétt fyrir helgi og kannski svona snertaðins á þessu að þarna öll hin fyrirtækin nema heldur Claude núna nýlega, þeir gera það fyrir svolítið síðan. Já. Öll hin fyrirtækin sem vissu að þetta væri að fara að gerast hjá Google hentu út sínu besta líkani rétt áður. Þeir vildi ekki vera toppaðir en þeir voru samt toppaðir. OpenAI gaf út GPT 5.1 sem er núna ekki í fyrsta sæti á neinu og Grok gaf út Grok 4.1 sem að náði fyrsta sæti í smástund á hinum þessum mælikvörum og ég held að Gemini sé að búið að toppa líka að flestu leyti. Það er allavega klárlega Gemini búið að toppa gamla besta hjá sjálfur sér Claude og GPT 5.1 en ég sé ekki Grok 4.1 á mælikvörunum sem getur verið vísbending að það hafa ekki toppað að öllu leyti. Stundum taka þær út samkeppnisaðilann sem að læta það líta verður út en ég held samt sem áður að þeir hafi náð það stórum framförum í mörgum mælikvörunum að það er eiginlega bara ekki hægt að halda öðru fram að þessu en að þessu bestir. Eitt svolítið sniðugt benchmark var Screenshot Pro. Ég kynnti mér þetta aðeins og þetta er spurning hversu vel gervigreindin skilur það sem er á skjá og stökkið þarna var gífurlegt frá gamla Gemini 2.5 Pro sem var með 4,9%. Nei, það var með, skal ég segja, það var með 11,4% og nú er það með 72,7%. Einmitt. Þannig að það fór frá því að vera glatað í þessu yfir í að vera með bara næstu í ágætiseinkunn. Þetta geti breytt leiknum fyrir eins og forritara sem eru á framöndanum, sko. Já, og þetta getur verið hluta ástæðinu af hverju nýja agent mótið í Antigravity er svona gott af því að það er að horfa á notendaviðmótið og skilja hvað það er að horfa á og getur þannig tengt það og þannig að þetta er mjög flott og fyrir svona einmitt erindrekarlausnir að þá er þetta að fara að vera rosalega sterkur leikur. Næst besta líkani þar á eftir í þessu tiltekna mælikvarða er Claude 4.5 sem er bara með 36,2% og GPT 5.1 með 3,5%. Já. Það er ekki neitt. Það er ekki neitt. Það skilur ekki neitt sem að sér. Það er eins og þeir hafa bara verið að hunsa þetta. Já. En þessi stökk í mælikvörðum eða benchmarks eru miklu stærri heldur en gengur og gerist. Að við sjáum oft þegar ný líkun kom út, þegar GPT 5 kom út, sem var risa frétt, að þá komu stökk í mörgum benchmarks, en það var kannski 5%, eitthvað svoleiðis. Hérna erum við að sjá tvöföldun í sumum benchmarks. Þetta er pínu klikkað. Þetta er nefnilega pínu klikkað og ég held eins og ég segi að þegar við sjáum svona mörg stór stökk að þá séum við að fara að finna fyrir áþreifanlegu mun þegar við tölum við líkanið. Einmitt. Og notum það í Ég er allavega mun líklegri núna til þess að nota Gemini næstu daga. Ekki spurning, bara mjög spenntur að verðum að gera það. Verðum að kynnast þessu betur. Einn mælikvarði sem er ekki komin út sem að ég er mjög spenntur að sjá. Þú veist hvað það er? Nú er ég alveg... Það? Já. Það er íslensku benchmarkið frá miðeind. Já, frá miðeind, já. Vonandi keyra það á þessu. Ég sé að þeir hafa ekki alltaf keyrt það, en maður er samt svo þakkláttur fyrir það sem þeir hafa keyrt. Já, rosalega. Eitt sem að lætur mig halda að þau munu keyra þetta er að núverandi toppsætið er í höndum Gemini 2.5 Pro sem að er búin að eiga það sæti þrátt fyrir uppfærslur hjá bæði GPT og Claude eða búið að eiga fyrsta sæti í íslensku síðan í vor. Wow. Þannig að núna þegar það kemur út ný útgáfa af því, þá finnst mér synd að prófa það ekki, sko. Já, en ég hlakka líka bara til að prófa að tala við á íslensku og sjá hvort að ég finni mun. Já, það getur nefnilega alveg bara klálega verið, sko.
En eins og ég segi, ég held að við séum búin að slá með hérna lengd þáttar og var meira sem við ætlum að snerta hérna í lokin. Ég gerði mistök í upphafi. Já. Ég lofaði að ég myndi, ég sagði þegar ég var að minnast á Apple að ég myndi fara aðeins yfir Apple og Gemini. Já, alveg rétt. Já, en það er náttúrulega verið menn það inn á Google þar og en getur einmitt gefið okkur svona snögt rundown af þessu? Já. Við missum stúdíóið. Ekki spurning. Sem sagt Apple er búið að vera eftir á í AI kapphlaupinu í lengri tíma. Siri er ekki að standa sig. Siri er glötuð. Bara, það er ekki hægt að nota Siri. Látt ekki svona. Hún gerir ekki neitt fyrir mig. En það er að miklu leyti vegna þess að Apple hefur bara ekki átt gögnin til þess að þjálfa gervigrindir og ekki heldur lagt áherslu á að gera það. En núna er komin díll á milli Apple og Gemini eða Google. Já. Það sem að Apple ætlar að greiða Google $1 milljarð fyrir að fá aðgang að Gemini og knýja Siri með... Held ég sérþjálfaða útgáfa Gemini fyrir þá. Algjörlega. Sérþjálfaða útgáfu þar sem að þau fá weight-sinn. Þar sem að þau fá fullan rétt á að nota þetta, eiga þetta, poti þetta og allt svoleiðis. Eitt pínu fyndið sem fólk hefur bent á með þennan díl er að Google er að borga Apple 20 milljarði á ári til þess að vera default leitavélinn. Einmitt, ég ætlaði einmitt að segja það. Og svo er bara 1 milljarði tilbaka til þess að með að nota gervigrindina þeirra. Já, ég ætlaði einmitt að koma inn á það að fólki finnst þetta hljómi svo risatala en það er einmitt 18,9 milljarðir á ári sem að... 5% endurgreiðsla. Já, þetta er 5% afsláttur fyrir Google sem að Apple er að veita þeim þarna í staðinn fyrir gervigrindalíkan. En mér finnst þetta... Góð díl. Mér finnst þetta geggjaður díl og þetta er risastórt fyrir Apple. Já. Af því að Apple er þarna að fá fremstu línu líkana gott sem gefins. Þú veist, fyrir að veita bara $1 milljarður. Nei, bara 5% afsláttur á því sem þau borga árlega í eitt skipti. Þannig að þetta er mikið af hérna fólki hefur verið að tala býtu en eru þeir ekki samkeppnisaðilar? Google framleiðir Android, eru þeir ekki beinni samkeppni við Apple og iPhone? Ég fletti þessu upp. Google er að græða meiri pening á Apple-notendum heldur en Android-notendum. Að Apple-notendur sem notast við Google eru að skila þeim meiri tekjum heldur en Android-notendur að nota allar Google-vörur. Þetta er allt svo tengt og flókið og allir að vinna með öllum. Endalaust, sko. Þannig að þetta er stóra múfið frá Apple og þetta er geðveikt fyrir manni sem mig sem var að skipta yfir í Apple að fá þessar fréttir vegna þess að ég býst ekki við öðru og ég krefst þess að á næsta, hvað kallar þetta, WWDC ráðstefnan hjá Apple sem er kynna nýja vörur. Ég býst við því að í vor þegar þessi ráðstefna á sér stað að það verði tilkynnt Siri er orðin samtalshæf. Já, vá, ég er mjög spenntur. Ég fór líka yfir á Apple-vagnin, allavega keypti mér iPhone í fyrra og þeir lofuðu öllu með Apple Intelligence. Já. Og svo er núna class action lawsuit í gangi að kæra fyrir eiginlega vörusvik. Þeir frestuðu því öllu til 2026. Jep. Þannig að það er að koma ári seinna. En það gátu bara ekki gert neitt og mjög skrítið múf þarna. Það voru allir innan Apple að benda á hvernig annan bara þeir sögðu þetta, við vorum bara að vinna með þeirra upplýsingar. Og á versta tíma ákváðu að gefa út ritgerð eða paper sem að sagði reasoning model eða hugsunarlíkön er ekki raunverulega að hugsa. Og allir voru bara, hvað eru þið að hugsa? Af hverju eru þið allt í að vera bearish á AI þegar þið ættuð að vera að gera eitthvað aðeins meira, sko? Já. En þetta var bara svona snöggt rundown sem ég vildi taka yfir þennan viðskiptadíl. Já, og svo kannski tölum við seinna þegar við tökum fyrir eitthvað eins og Amazon, þetta nýja dæmi með Bezos að ætla að vera co-CEO af nýju gervigreindar fyrirtæki sem hann var að stofna. Já, Prometheus. Prometheus, jú. Er það ekki herma líka eftir Elon Musk með Prometheus gagnaverið? Mér finnst að við ættum að taka þátt Elon Musk og óvinni hans. Já, Elon Musk og allir aðrir. Já, Elon Musk og allt fólk sem hann hefur átt í deilum við á samfélagsmiðlum. Allt frá Halla og Eno yfir í Donald Trump. Já, það verður 10 klukkutíma þáttur. Það verður það.
Ef ekki að segja þetta gott. Jú, ég held að þetta er búið að vera góð þáttur. Þetta er búið að vera mjög góð þáttur. Þið vitið allt um Google núna. Yes.